hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, Ísland í fullum undirbúningi fyrir núna EM í handbolta sem hefst núna í þessari viku og ég komið á línuna fyrirhundi landsliðsmann sem þar vart að kynna fyrir sunnlendingu. Það Þóri Ólafsson, komdu blessa á sætlan ekki? Sælverði. Hvernig hefur það? Bara ljómandi. Ekki svolítið sérkennilegt að vera ekki að spila handbolta þessa dagana? Jú, ég fór nú æfingu á hana að spekla en það var smá smjörð þegar. Já. Skrokkurinn að koma til aftur? Já, svona hægt og bítandi. Þannig að það er gott að heyra það. Það er bara að halda sér aðeins í formi. Hvernig, það sem þú séð til strákan okkar svona hinga til, hvernig hefur svona litist á hópinn hjá okkur fyrir Evrópumeistaramótið í Póllandi? Þetta er bara búið að vera fínt. Þetta er búið að vera stígandi í þessum leikjum allavega sem ég er búin að sjá alla þessa leiki núna fjóra og búið að vera bara góð stígandi og þeir hafa gert Aron erfitt fyrir allavega að velja hópinn sko. Já, heldur betur. Það er erfitt allavega að skilja hérna eftir, þeir stóðu sér allir bara mjög vel. Nákvæmlega. En það er svolítið gaman að fylgjast með. Nú varst þú nú eini landsliðsmaðurinn alltaf hérna frá Selfossi en nú eru svona selfissingar aðeins að pota í allandsliðshópinn í dag. Já, það er frábært að sjá þessa stráka, Guðmund Árna Steinn og Jónas og fleiri sem eru þarna. Það er alltaf gaman að eiga fulltrúa í hann. Nákvæmlega. En þeir eru náttúrulega að fara að spila í Póllandi og þú náttúrulega spilaðir þar svona í restina sem atvinnumaður. Hvernig eru aðstæður í handbolta þarna í Póllandi? Þær voru svo sem misgóðar hana í þessum stöðum sem við vorum að spila. Það voru oft svona gamlar hallir og íþróttúsin ekkert upp á marga fiskana en ég held að þessu nú verði ekki lélega aðstæður sem þeir eru að spila þarna í Kraka og Katowice og það sem að þessu stórum öllum sko. Þetta alltaf, ég nú ekki spilað þeim sjálfum öllum hana, það var kannski einni en þetta einhverjum sýningarhallir þannig að það verður alveg vel tekið á móti þeim og frábær stemning hérna, gaman að spila fyrir fram á Pólverja og verður mjög gaman að fara að leiki hérna í milliriðlunum þar sem að Pólverjunni verða. Pólverjinn, hann það er svolítið stemning alltaf á leikjum í kringum Pólverjana? Jó, þetta er svona austantjáls fílingu sko, það er bara sungið og dansa og tralla skilur allan leikinn, það er ekkert verið að slá slöku við sko, þannig að ég hvet alla til að fara á þetta móti ef ég hafi tökkað því. Ætlar þú að skreppa eitthvað út þarna og fylgjast með strákunum? Já, ég ætla að fara þarna á millireilana, ég treysti að þeir komist áfram og komist í millireilana, þannig að ég ætla að skella mér þarna á 2 leiki í Kraká. Þannig að þetta segir allt sem segja þarf að þú greinilega fulla trú á strákunum okkar. Já, þeir eru bara erfiðum riðli en bara þegar þeir eru bara með reyndari lið heldur en eins og Hvítrússar og Nossarar. Þannig að ég trú að þeir vinja það og jáfnvel ná að stríða Króatunum. Vonandi takið þeir 1 stig þar, þannig að þeir fari í milliriðluna með allavega 3 stig. Þetta sé verið nauðsynlegt ef þeir alltaf að komast eitthvað áfram úr þeim riðlum sko. Já. En ef við horfum yfir hópinn þá er þetta náttúrulega reyndir og góðir leikmenn en það er búið að vera mikið að tala um það, þú þekkir það náttúrulega sjálfur sem atvinnumaður að álaga handboltamönnum og spila með landsliði líka, þetta er alveg gífurlega mikið. Já, þetta er búið að vera svona bara í, veit ekki hvað mörg ár en það er alltaf að vera kvart yfir en það gerist ekkert fyrir hana. Það var eitthvað vitalegu guðan með eitthvað að menn, þessi toppleikmenn þurfa bara að hætta eða bara mótmæla þessu. Því að það er, þetta var köflum sem var bara 2-3 daga frí jól og áramót og svo kannski 3-4 vikur sumri til. Og þegar menn er að spila með landslið sem byrjunarmenn og í sínum félagsliðum í öllum keppnum, Evrópukeppni og byggarkeppnum og svona, þá er þetta bara það voru bara mikið og mikið æfingum á milli og þannig að það er eitthvað að fara að breyta þessu og fara að setja í svona form eins og fótboltinu með þetta 4 ára fresti. Nákvæmlega. En svona þegar þú horfir yfir, þú ert búin að vera landsliðsmaður í mörg ár og
fylgjast með svona stefnuna sem í gangi. Nú eru konir svona afreks landslýshópar og fleira. Þetta það ekki eitthvað sem mun hjálpa landsliðinu í framtíðinni mjög mikið? Jú, klárlega. Það gerir bara skemmtilegt fyrir strákana sem eru að vita að þeir eru að fara að banka á dyrnar hjá landsliðinu og við erum að spila sömu kerfi og fá smá þefinn af þessu og ef þetta inn í hóp þá eru þeir allavega vel skólaðir inn í það sístem sem við erum að spila. Þannig að þeir eru ekki alveg ókunnir varnar og sóknar taktík sem hefur verið að spila. Þannig að þetta sé bara frábært fyrir bara landsliðið og bara íslenskan handbolta. Var ekki oft svolítið erfitt ef þú segir frá þín eigin reynslu að þegar komur svona nýjir mennin í hópin þeir hafið það ekki rosalega stuttan tíma til þess að læra öll kerfin ykkar? Jú, það svo sem við erum að spila þessum kerfi í öllum þessum liðum með einhverjum smá breytingum með einhverjum litlum hlaupabreitingum og eitthvað liði þannig að þeir sem að vera í svo fulli þetta ættum að geta vera neitt rosalega erfitt fyrir að læra þetta. Við erum að hausinn í það, þannig að menn verða bara líka að gefa sér ekstra tími í þetta og setja sig niður með þjálfaranum eða leikmannum og spyrja þar á þar og fara vel yfir þetta. Ég dáist nú alltaf á því að þeim að hlusta á handboltaþjálfarana hvernig ósköpunum þið leikmenn náið að heyra allt sem landsliðsþjálfarinn segir og fara svo eftir því. Já, það reynist mörgum mjög erfitt líka að fara eftir því sem þjálfarinn að segja, þannig að það ekkert alltaf sem að síðast inn í menn, en þetta bara lærist. Þetta bara eitthvað svona sem að menn bara læra í þessu. Já, nákvæmlega. En nú ertu búin að vera á Selfossi í haust og búin að vera svona í kringu þjálfunin og finnst þér ekki, það svo gaman að fylgjast með því að við erum að eigna svo marga úlingslandsliðsmenn eins og hefur verið í gegnum tíðina og þessi akademía, hvernig hefur svona þín upplifun verið að þessu? Þetta sé bara frábært að hafa þetta því að það vel talað þetta og menn hafa verið að koma á bænum til að fara í þetta sem að bara segir að það hefur verið að gera eitthvað rétt. Og ég held að það sé bara alveg nauðsynlegt að halda þessu áfram, ekki missa dampinn og hætta þessu. Þetta að skila einhverju, þannig að og sér að þessar leikmenn sem var að banka landsliðsdyrnar sem hafa verið í þessari akademíu og Bjarki Elías, hann líka var komið þetta í þessi 3 ár eða ekki, 3-4 ár. Þannig að það eitthvað að gera rétt hérna. En þetta eru væntanlega svolítið breytti tímar frá því að þú varst úlingur hérna á Selfossi, þá var náttúrulega ekki svona, kannski þessi afreksþjálfun? Nei, alls ekki, það var ekki eins og annar flokkur þegar ég var hérna, þannig að það reynda var nú verið eitthvað að verða niður verið ég hérna. En það var miklu minna að hugsa okkur og þjálfarateymið og svona, það var minna í sniðum, þetta breytist bara eins og með tímanum og þannig að ég finnst bara mjög vel á þetta, gaman að koma heim. Já, nákvæmlega. Þórir, svona raunhæfi möguleikar íslenska landsliðsins, hvað myndirðu segja að sé svona ásættanlegt? Ég að gera mig vonur að ná topp 8 og vonandi hætti ég til að ná í Ólympíusetti. Já, nákvæmlega. Eins og í öllum mótum það alltaf þetta og smá hefni og spila vel og alltaf, en það eru bara menn í góðu standi núna og tala vel hópinn og allir öllum líður vel og svona, þannig að ég góð að trúa þessu. Guðjón Valur Sigurðsson, hann var valinn íþróttamaður ársins hérna á Suðurland FM að hlustundum. Þú náttúrulega þekki þann kauða ágætlega, nú hann farin til Þýskalands eða farin til Þýskalands aftur? Já, hann náttúrulega eins og einhver súpumann í ofur vormikarðin. Við erum nú jafnaldra hann náttúrulega bara algjör bara hugsa rosalega vel sig og bara toppleikmaður og búinn að vera það núna í 15 ár. Þannig að ef hann heldur sig heilum þá hann að geta spilað 2-3 ári viðbúð. En fyrir ungu etnilegu strákan okkar sem eru náttúrulega allir mjög graðir í að komast í A-landsliðið og svoleiðis, hausinn það ekki, hausinn þarf að vera í lagi sem sagt öll þessi ár? Jú, þetta náttúrulega bara saman blanda af því og bara að æfa vel og geta og
halda sér heilum og hausinn klár og æfa eins og atvinnumaður. Ef maður ætlar að vera atvinnumaður, þá vera æfa eins og atvinnumaður. Svona í lokin áður en ég sleppti þér, þú átti það ekki nafna út í Pólandi sem var skýrður í höfuðið á þér? Jú, það passar. Það var það var nú bara að gerist bara hálf ára eftir að ég var búinn að vera, þá frétti ég það var eitt sem að skýrði strákið sem, það gat nú ekki fundið eitthvað Þóri sko, en það var Ólaf, heitir hann, og við fórum og heimsóttum hana á öðru árinu. Það var mjög gaman og samt svolítið skrítið að fá það bara eftir hálft ára, vera einhver skýrður eftir manni. Það var svolítið magnað, en ótrúlega gaman. Þannig að þetta hefur verið harður stuðningsmaður KLC. Heldur betur. Já, nákvæmlega. En hvernig, svona, Pólverjar, veistu eitthvað hvernig þeir stefna á Evrópumótinu? Já, þetta sé nú stefna topp 4 og á heimavelli þá geta þeir nú verið helviti erfiðir en þeir hafa ekkert verið ekkert samfærandi í þessum leikum sem allan sem ég hef lesið sko, þeir töpuðu illa fyrir Spánverjum og ég veit að það einhverju 2-3 sem eftir að koma með þessum frá þeim sko, sem að styrkja það vel sko, en þeir eru með frábært byrjunarlið en svo svona bekkurinn svolítið þunnur hjá þeim og mér finnst persónulega þjálfarinn ekkert æðislegur bíklar sem er með á þjóðurinn en þannig að ég er samt á að byrja þá held ég að við getum orðið hættilegur heima þeir. Já, nákvæmlega. Þeir eru svona stærningslið og já, eins og segi, ég trú að þeir fari í topp 4 og samt kannski Spátnamörk og ég held að Ungverja verið náðulega líka. Hvað er það sem að myndirðu segja að íslenska landslið vanti til þess að vera í topp 4? Já, nú góð spurning. Ég er svo kemur þungar spurningar á því. Já, það er ekki bara eins og einhver góður maður sagði 10 cm á 10 kg allavega. Það er oft svona okkur svona þessi stærð og þyngd þegar við lendum á móti liðið með svo Spáni, Króatíu og Frökkum, þeir eru þú veist stærri og sterkar heldur en við og það er svolítið verið oft svona lent í erfiðleikum með svona þessi stærri lið og alltaf verið í vandræði með þessi 4-5 lið, Dani, Frakka, Króata, Spánverja en þú veist við bara förum svo langt á geðveikinni og erum vel agaðir og skipulagðir og allt það sko en það stundu vantar svona þennan styrk, svona líkanlega styrk finnst mér. Já, Þór Ólafsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég vona svo sannarlega að ég fá að sjá þig ykkur tíman í Selfossbúninga og skotni fara alveg endalega upp á hilluna. Það er aldrei að vita, en við sjáum til. Bestu þakkir og gangið vel. Góða skemmtun, blessaður. Já, sportátturinn verður ekki lengri að sinni en ég ætla að minna hins vegar á leikina sem eru framundan. Það eru ef við byrjum bara á körfuboltanum eða handboltanum byrjum á því náttúrulega, það er náttúrulega EM í handbolta á næstunni og fyrstir leikur Íslands á EM er einmitt núna gegn Hvíta-Rússlandi á sunnudaginn klukkan 2:50 en ég er náttúrulega líka ykkur, það er náttúrulega föstudaginn, þar er náttúrulega fyrsti leikurinn gegn Noregi klukkan 5:05, þessi leikir eru að sjálfsögðu í beinni á RÚV og svo eru náttúrulega leikir heima fyrir. Ef við byrjum bara í jólasdeild kvenna sem eru í fullum gangi þá er heil umferð næstu helgi og á föstudaginn þá er það FH Fylkir Stjarnan Grótta, þessi leikir klukkan 7:30 svo laugardaginn klukkan 7:30 IR Valur og í Dalhúsum Fjölnir Haukar og klukkan 2 á laugardaginn Fram HK og svo er það KA Þór Selfoss fyrir norðan klukkan 3 og í körfunni hér heima og það má náttúrulega ekki gleyma því að það eru náttúrulega landsleikir hjá A-landslið karla í fótbolta, þeir eru undirbúið sér náttúrulega fyrir æfingarleikinir Finnland, Ísland klukkan 3:04 á miðvikudaginn og hann verður mitt líka í beinni og svo er það fösadæmin gegn Íslandi klukkan 2:10 á laugardaginn og svo í körfunni þá byrjum við því að Höttu Grindavík sáleikur á fimmtudaginn klukkan 6:30
Svo það korter yfir 7 Njarðvík Snæfell IR FSU klukkan korter yfir 7 og föstudaginn Haukar Keflavík Þór Þorlákshöfn KR og Stjarnan Tindastóll. Þessi leikir allir korter yfir 7. Og í dóminusdeild kvenna þá það Keflavík Valur núna á miðvikudaginn klukkan korter yfir 7 ásamt Snæfell Hamri og Haukar Stjarnan og svo eru leikir næstu helgi á laugardaginn Valur Grindavík klukkan 4:30, Hamar Keflavík klukkan 4:30 og Stjarnan Snæfell klukkan 4:30. Og í fyrstild karla þá það IA Reynir Sandgerði á miðvikudaginn klukkan korter yfir 7 ásækja á fimmtudaginn. Svo föstudaginn það Hamar Fjölnir klukkan korter yfir 7, Skallagrímur Valur á sama tíma og Breiðablik Ármann. Svo á laugardaginn það Þór Akureyri KFÍ klukkan 2. En ég þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld og við heyrjumst næstkomandi mánudag. Það náttúrulega EM og fleira allt að gerast og ég bið ykkur að njóta vikunar. Það náttúrulega hætlingur að gerast hjá okkur hérna á Suðurland FM, meðal annars heilsudagar og gott betur en það. En njóti vikunar og sérstaklega blíðuna sem hérna úti núna. Fylgstu með á Facebook Sportdátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Heilsudagar Suðurland FM 2016. Nú endurtökum við leikinn frá síðustu árum með heilsudögum á Suðurland FM. Þar sem dagarnir 13. til 20. janúar verða tileinkaðir heilsunni. Þessa daga mun Suðurland FM í samstarfi við fjöldan allara fyrirtækjum kafa ofan í allt sem tengist góðri heilsu í allri sinni mynd. Viðtöl við sérfræðinga, heilsupunktar og svo verða hlustendur að sjálfsögðu listir út með vinningum frá fjölmörgum fyrirtækjum sem annt heilsu landsmanna. Hugaðu að heilsunni og vertu rétt stiltur á Suðurland FM. Suðurland FM, fjölbreytt og skemmtileg. Suðurland FM